Ráðherra og góðir ársfundagestir, gaman að sjá hvað vel sótt hérna og gaman að sjá hvað margir hafa áhuga á nýsköpun og lífsgæðum. Nú það gott að gefa tóninn sem undanfarið þekkingar og jákvæðra viðhorfa. Nýsköpunarmiðstöð Íslands býr svo vel að eiga fjölbreyttan mannauð til ýmsra verka. Nú hefur starfsmaður okkar, tónlistarmaðurinn Arnar Guðjónsson, samið frábært stef sem frumflutt verður hérna á eftir. Stefið verður notað við myndbönd sem ætlað að miðla þekkingu á sviði tækni, verkefna og stjórnunar sem að vera stór þáttur í starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Í tengslum við stefið og þessa frumsamda stef þá var ákveðið að halda samkeppni meðal starfsmanna heiti á stefinu og starfsmenn eins og alltaf tóku virkan þátt í þeirri samkeppni og við fengum fjölda hugmynda og sá starfsmaður sem hlaut vinningin Kristín Halldórsdóttir og hérðan frá mun stefið heita Ný dögun. Arnar Guðjónsson og Kristín þið ekki hérna í salnum og ég ætla að biðja ykkur að standa upp og eigum ekki að klappa fyrir þeim. Ég sé það ekki hérna í salnum en væntanlega, jú, fínt. Við ætlum að frumflytja þetta stef eins og ég sagði áðan með myndbandi sem segir frá starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar víðs vegar landið, verkefnum þess og við skulum bara láta það rúlla núna og njótið. Gjörðu svo vel. Nýsköpunarmiðstöð Íslands starfar á 8 stöðum á Íslandi. Hún hefur aðalstöðvar á Keldnaholti í Reykjavík, þar sem eru 2 meginstarfsstöðvar, Vesturholtið með byggingarrannsóknum og Austurholtið með öðrum rannsóknum og þróun. Og auk þess komum við að 9 frumkvöðlasetrum víða á landinu, þar sem 100 viðskiptatækifæri eru unnin af 300 manns. Á næstu mínútum munum við fara landið, heimsækja starfsstöðvar okkar og ég bið ykkur vel að njóta. Komið sæl, ég heiti Frosti Gíslason og verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands í Vestmannum. Ég ætla að segja ykkur í örstuttu máli frá þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna að undanförnu. Helsta verkefnið okkar hefur verið rekstur á fablasmiðju sem smiðja með tækjum og tólum til að búa til nánast hvað sem er. Smiðjan hefur verið nýtt af frumkvöðlum, fyrirtækjum og nemendum til þess að koma hugmyndum sínum í áþreifanlegt form og þróa vörur. Samhliða rekstri smiðjunnar hefur við rekið öfluga fræðslustarfsemi á sviði stafrænnar framleiðslutækni á grunnskóla, framhaldsskóla og milli framhaldsskóla háskólastigs í hinu svokallaða Fab Academy sem leiddur af Dr. Neil Gershenfeld, prófessor í MIT háskólanum í Boston. En núna eru starfræktar 50 fablasmiðjur allan heim sem við erum í nánu samstarfi við. Dæmi vöruþróunarverkefni sem við vinnum að margmiðlunartorg með margmiðlunarfyrirtækjum í Vestmannum og vöruþróunarverkefni á sviði loðnuhrogna með fiskvinnslufyrirtækjum í Vestmannum. Auk þessa höfum við verið að vinna að verkefnum á sviði orkumála Vestmannaeyja með HS Veitum og Háskóla Íslands. Við höfum mótað orkustefnu fyrir Vestmannaeyjar og erum nú að vinna að undirbúningi með HS Veitum að uppsetningu á varmadælum sem munu koma til með að spara orkunotendum í Vestmannum umtalsverða fjármuni.
Ég heiti Tinna Björk Arnardóttir og starfsmaður nýsköpunarmiðstöðvar á Höfn í Hornafirði. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá mínum helstu verkefnum. Kannski ber fyrst að nefna hagleiksmiðjuverkefni sem á ensku nefnist Economuseum. Þarna hefur verið að auka aðgengi almennings að handverksfólki með því að opna þessar hagleiksmiðjur. Þar sem verður sýnt handverkið og saga þess og fólki gefst tækifæri á að fylgjast með listamönnunum vinna. Við erum búin að opna eina svona hagleiksmiðju á Djúpavogi sem heitir Armleið og það er í vinnslu að opna aðra á Sauðárkróki sem verður hjá Sjávarneðri. Krásir er annað verkefni sem ég hef verið að vinna að. Það er matur og héraði, þarna er verið að styðja vöruþróun á mat úr staðbundnu hráefni og þarna hafa komið margar skemmtilega vörur, svo til dæmis skýrkonfekt frá erpstöðum, rjómabúinu erpstöðum og eins hefur verið gerður bjór úr vatni frá Vatnajökli, þannig að það er margt skemmtilegt að gerast þar. Þriðja verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá og síðasta verkefnið er EcoTroFood. Þetta er nýtt stórt Evrópuverkefni sem Íslendingar nýsköpunarmiðstöðvar þátttakendur í. Þarna er samstarf Frakklands, Spánverja, Ítala og Belga ásamt okkur og þarna er verið að vinna að auka vistvæna nýsköpun í matvælaiðnaði. Þetta verkefni verður svolítið tvískipt. Það er annars vegar samkeppnir viðskiptahugmyndir meðal háskólanema og hins vegar verður síðan haldin fórum þar sem litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru að vinna í vistvænni nýsköpun verður gert kleift að hitta fjárfesta og fyrstu notendur. Sæl, Kristbjörg heiti ég, starfsmaður nýsköpunarmiðstöðvar á Austurlandi. Ég ætla að segja ykkur einkum frá 4 helstu verkefnunum mínum. Ég ætla að byrja á verkefni sem er tengt Norðausturskýrslunni, en það eru aðalega ferðaþjónustu klasar á jaðarsvæðunum og það eru núna erum við að starta 3 nýjum verkefnum á Breiðdalsvík, Djúpavogi og Vopnafirði og þau eru öll mjög ólík þó þau séu á sama sviði þar sem svæðin eru mjög ólík. Síðan er það vöruþróunarverkefni sem ég er að vinna með Húsavík og það er samvinnuverkefni á milli okkar. Við erum að tengja saman vöruhönnuði og framleiðslufyrirtæki til þess að skapa nytjavörur fyrir svæðið. Álverkefni er eitt af mínum stóru verkefni núna og það er samvinnuverkefni með honum Eyjólfi Epal og þar sem við erum að leiða saman 15 hönnuði til þess að búa til allavega 15 nytja hluti úr áli og verður þetta kynnt á Hönnunarmars 23. mars. Handleiðsla það er nóg eftirspurn eftir handleiðslu á Austurlandi og til að sýna ykkur hversu mikilvæg hún er þá kom til mér ungur uppfinningamaður daginn með tæki sem hann hannaði til þess sem til dæmis geti nýst fyrirtækjum eins og Alcoa. Við erum búin að fara niður í Alcoa með svona smá smíði af þessu tæki og kynna það og þar var því tekið gríðarlega vel og menn spenntir fyrir þessu því að þeir sá strax þörf fyrir þetta. Núna erum við bara að vinna að fjárfestakynningu og sækja styrk til þess að vinna prótótýpur fyrir þetta tæki þannig að þetta komið mjög langt á veg. Og öll þessi verkefni eru mjög spennandi og sýna það hvað þau eru mikilvæg fyrir svæðið. Ég er mjög stolt af þeim. Það er mikið líf og mikið að gerast á Austurlandi. Ég heiti Sigurður Steingrímsson og vinn á stærstu nýsköpunarmiðstöð á Akureyri. Þar starfa nú 5 manns. Það sem einkennir starfsstöðinni er mikla breidd í þjónustunni, allt frá fyrstu fræðslu til frumkvöðla til þjónustu við öflug fyrirtæki. Fræðslan, brautagengi og sóknarbraut er í höndum Selmu Daggar Sigurjónsdóttur en samkvæmt könnunum eru tæp 60% þáttakenda með starfandi fyrirtæki. Arnheiður Jóhannsdóttir kennir á námskeiðinum en er auk þess með mikilvægt verkefni í rafrænni þjónustu við frumkvöðla. Elín Aradóttir veitir frumkvöðlum handleiðslu allt land og tekur aukið í verkefnum Vaxtarsprotum sem er samstarfsverkefni Framleiðnisjóði. Átak til atvinnusköpunar og frumkvöðlastygningum er í höndum Guðmundar Óla Hilmissonar en út af þeim verkefnum hafa fjölmörg fyrirtæki sprottið. Handleiðsla og þjónusta við starfandi fyrirtæki er mikilvæg og þar í gangi verkefni vetrarferðaþjónustu á Norðurlandi, verkefni með Slippnum á Akureyri þar sem afgangshiti frá bátum er notaður til þess að búa til krap eða ís. Það er verkefni með Þýr-X á Ísafirði sem lítur að því að fylgjast með og nýta þann hita sem verður til við uppþýðingu eða glatfarma og einnig erum við verkefni með RAF á Akureyri sem er að blanda óson í laugarvatn og losa okkur þannig við klór sem er mörgum óþægilegur.
Sæl, ég heiti Sólveig Ýr Sigurgeirsdóttir og starfa á skrifstofu Nýsköpunarmiðstöðvar á Húsavík. Við erum tvær á skrifstofunni, ég og Erla Sigurðardóttir. Við komum að mörgum verkefnum og Erla sér verkefnastjórn vaxtarsprotanámskeiðanna. Við höfum verið að styðja ferðaþjónustuklassa á svæðinu og þar má nefna Fuglastíg sem tengt fuglatengdri ferðaþjónustu og Norðurhjara sem klasi ferðaþjónustaðala frá Kelduhverfi að Bakkafirði. Við höfum styrkt heilsutengt verkefni á Húsavík og í Mývatnssveit. Það eru 2 vöruþróunarverkefni í deglunni, annað í samstarfi við Matís og annað sem við erum að vinna með starfsstöðina á Egilsstöðum og snýra því að stefna saman vöruhönnuðum og framleiðslufyrirtækjum á svæðinu. Ég hef verið að vinna að verkefni sem nefnist Garðarshólmi sem snýrað uppbyggingu fræðslu, rannsókna og frumkvöðlasetri á Húsavík þar sem náttúruauðlindir svæðisins verða notaðar til fræðslu, rannsókna og uppbyggingu atvinnulífs á sjálfbærum grunni. Halló, ég heiti Þorsteinn Broddarsson og starfsmaður Nýsköpunarmiðstöðvar á Sauðárkróki. Á Sauðárkróki svona það bil 1,5 starfsmaður. Það ég sem að sinni þessum helstu verkefnum Nýsköpunarmiðstöðvar, handleiðslu við matvælafyrirtæki, lítinn afþreyingarklasa sem að gera kvikmyndur og hljóðupptökur og annað slíkt og ýmis önnur verkefni sem dettin á borð hjá mér. Við erum líka að hugsa dálítið mikið orkumál. Við erum með stórt metanverkefni sem við erum að reyna að koma á fætur og vorum líka að vinna reiknilíkönum fyrir vatnsaflsvirkjanir og annað slíkt. Við erum líka nýbúin að opna FabLab-stofu á Sauðárkróki þar sem hálfur starfsmaður okkar. Á FabLab-stofunni sem samstarfsverkefni Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, Nýsköpunarmiðstöðvar sveitarfélagsins og Hátækniseturs Íslands. Þar ýmislegt skemmtilegt að gerast. Við ætlum að prófa að smíða skíði sem ég ætla að prófa að renna mér á páskana. Þið getið vel komið og hlegið að mér þar í brekkunum. Og við ætlum líka að prófa að smíða fiðlu, við ætlum að prófa að smíða báta og ýmislegt annað skemmtilegt sem við ætlum að fara að gera þar í FabLab á Sauðárkróki. Á starfsstöð Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á Ísafirði vinnum við tvær, ég Sigríður Kristjánsdóttir og Arna Lára Jónsdóttir og við sinnum fjölbreyttum verkefnum bæði staðbundnum á Vestfjörðum og svo út allt land. Við höfum meðal annars unnið að ferðamálatengdum klasaverkefnum í Skagafirði, á Austurlandi og á Vesturlandi líka og út á Snæfellsnesi jafnframt. Á Vesturlandi höfum við verið með verkefni sem kallaði Saga og Jökull og þar sem við erum mjög ánægð með og stolt af. Þar sem 10 fyrirtæki tóku sér saman að búa til afurðir fyrir börn og ungmenni, ferðatengdar afurðir, menningartengdar. Á Vestfjörðum höfum við unnið að verkefni sem við kallum vöruþróun á Vestfjörðum, þar sem nokkur fjölda fyrirtækjum hefur farið í gegn með nýsköpun og þróun á afurðum. Við höfum einnig verið að koma með menntaskólanum á Ísafirði af því að búa til FabLab, undirbúningssókn til að koma FabLab á Ísafjörð. Og eins höfum við verið í svona ýmsum verkefnum sem tengjast bæði uppbyggingu, atvinnulífi og byggðaþróun á Vestfjörðum.